fermingaraldur, eitthvað svoleiðis, þá fór ég svona að fara að fá svona eitthvað meiri áhuga á músík heldur en áður, en það var mikið músík samt á heimilinu. Bróðir minn hérna var á þessum árum mikill Queen aðdáandi til dæmis, spiluðum hérna gömlu Queen, 70s Queen, þegar þið voru ennþá meira cool. En hérna og veggfóðraði herbyggi með plaggótum og svona. Og það var svona, alltaf svona að þau spila músík á plötum og svona, ekki tónlistarflutningur, en það var svona mikil hlustað músík og pælt. Og svona, já, þannig að ég var svona svolítið í músík svona umhverju hvað það var þar. En uppalega, semst í kringum svona fermingaraldur langaði mig til að spila píanó. En að því að það var ekkert píanó til á heimilinu, en hins vegar einn kassagítar, eða til hérna gítar, sem bróðir minn átti. Bróðir minn er semst eldri en ég. Og hann sýndi mér nokkuð grip, svona eitt riff kannski og svona nokkur grip. Og ég svona, já, fór svona bara að spila á gítara því að hann var til á heimilinu kannski. Og svo seinna svona, þegar ég komst að því að ég actually gat spilað eitthvað smávegis, og þetta var ekki alveg flókið sem maður kannski hélt, þá hélt ég áfram og svona eitt lit af öðru. Áhrifaböldurinn, var það bróðirinn? Já, hann allavega kom mér á stað af því að hann átti gítar og leiði mér og sýndi mér aðeins og svona. En ég man allavega eftir einu mómenti svona á þessum tíma að þá setti ég á fónir hérna Zeppelin-plötu, Zeppelin 2, sem byrjar hérna á riffinu. Sem mér fannst svona ansi svalt. Ég hafði náttúrulega ábyggilega heyrt þetta áður og svona, en ég man allavega þarna svona hugsaði með mér sko, djöfull, þetta er dálítið kúl. Og svo leiði ég plötuna að rúlla og svona, það var svona kannski eitt af fyrstu skiptunum sem ég ábyggilega býst ég við sem ég setti plötu sjálfur á fóninn, svona af eigin frumkvæði. Þannig ég man svolítið eftir því mómenti. Hvað er skemmtilegast við að spila gítar? Já. Það er nú kannski bara ekkert eitthvað eitt sem er skemmtilegra en annað. Mér finnst aðeinslega bara gaman að geta búið til eitthvað sem hljóma vel, búið til einhver hljóð. Settst bara niður með hljóðfæri og svona án þess að vita endilega hvað maður ætlar að gera. Og bara svona, þú veist, maður gert eitthvað bara. Og svo framvegis. Já. Af því að það sem ég er nú svona í þessari pop-rock-deild, þá er maður alltaf svolítið að spila svona frá eigin brjósti. Já, það er náttúrulega ekki að finna upp hjólið kannski, en maður er alltaf svona aðeins að maður veit ekkert nákvæmlega hvað maður er að gera. Þannig að ég hef svona svolítið lært að svona spinna svolítið eins og það er kallað. Þannig að mér finnst eiginlega það bara skemmtilegast að geta, það sé bara það, bara búið til eitthvað sem hljómar vel. En auðvitað er náttúrulega margt annað sem kemur inn í, það er þetta gaman að hitta skemmtilegt fólk til dæmis í gegnum músík. Gegnum tónlistina. Já, gaman kannski að spila skemmtilega hressandi músík fyrir fólk til að dansa við. Það getur alltaf verið gaman, þú veist. En svona, ég held að samt fyrir mig þá er það ekkert endilega, þá er það eiginlega aðalega bara það að geta búið til einhverja tóna, eitthvað sem hljómar vel. Það er eiginlega það. Allt hitt er svona bónus. En jafnvel þótt að enginn hefði áhuga á því sem ég var að spila eða enginn sýndi neitt minnsta áhuga, þá held ég að ég myndi samt spila fyrir sjálfan mig. Bara af því að ég sjálfur myndi þá bara, ég myndi alltaf ekki spila nema mér finnst það hljóma sæmilega vel. Þannig séð. Að vera gítarleikur og allt það. Ég veit það ekki. Já, það gefur mér fasta vinnu. Til dæmis. Sem mér finnst svolítið skemmtilegt. Þetta er eitthvað sem ég hafði áhuga á unglingsárum. Mér fannst þetta miklu meira gaman heldur en að vera í skóla til dæmis. Og svona að spila þá? Að spila á músík. Að spila á gítar og spila á músík. Það fannst mér mest gaman. Og maður svona, maður hélt áfram ég hætti ekki í skóla. Fyrst maður fór í menntaskóla og svona. En mér fannst alltaf svona mest gaman. Allt sem tengdist músík. En kannski hafði ekkert alveg, það mikla trú á mér að ég hafði hugsað mér að vera eitthvað gera þetta atvinnu, þannig séð. Þegar það er svolítið harður bransi að vera atvinnu spilari. Það er svona svolítið sérhandleikur, maður þarf að vera dálítið duglegur á svona, eins og það er kallað, snappa gig og svoleiðis. Það sést finna og það getur verið ansi kröfuhart umhverfið að mörgu leyti. En þannig að ég er svona, og ekki kannski mikið öryggi, ekki starfsöryggi, nema maður náttúrulega, ef maður er svo heppinn að
að verða, þú veist, hýrgítarleikari hjá, þú veist, Madonnu eða eitthvað. Já. Það væri mjög gott jobb, en maður kemst eitthvað svoleiðis. En ef maður er svona bara, já, sjálfur til mér á Íslandi bara svona að spila hitt og þetta, þá getur verið svolítið erfitt að eiga fyrir salt í grautin. Er einhver í fjölskyldunni? Nei, það er nefnilega málið. Það er engin í fjölskyldunni sem er neinn svona fyrirmynd að þessu leyti. Þannig að ég eiginlega bara, þetta er bara einhvern veginn þannig að bróðir minn kennir mér nokkuð grip og ég svona fer eitthvað að þreifa fyrir mig sjálfur og kemst svo einhvern veginn að því bara að þetta rock gítarleikur er ekki alveg á flókinu sem maður hefði haldið. Það er svolítið fyndið. Að maður komst eiginlega svolítið fljótt að því að maður gat actually lært þetta án þess að vera í ákveðnum skóla eða eitthvað svoleiðis. Af því að þegar ég fyrir, þú veist, þegar maður hlustar á þessi svona flottu, það sem núna heitir classic rock, þú veist, Zeppelin og Stones og Hendrix og þetta, þá hljómar þetta svo rosalega gúl. Og maður heldur, fyrsta sem maður hugsar djöfull er þetta flókið. Ég mun aldrei geta lært þetta. En svo þegar maður sest niður og prófar þess að byrja og hefur svona svolítið eira fyrir þessu, þá kemur í ljós að allavega sumt er alls ekki að flókið maður hélt. Ég held að það hafi eiginlega ýtt mér svolítið út í þetta. Ef ég hefði hins vegar farið kannski að læra á, ég segi kannski í fiðlu, þar sem tekur langan tíma að ná bara tóninum á fiðlunni og alls konar reglur fingrasetningu og hitt og þetta og svona svolítið þröngur rammi og svona agi, þá hefði ég ábyggilega ekkert farið út í músík. Því að mér hefði bara fundist að vera allt of mikið vesen. Ég man svolítið svona sterklega eftir því. Hins vegar er þetta svolítið kannski lúmst að því að eftir því meira sem maður fara að pæla, þá kemst maður líka að því að rockgítarleikur getur verið rosalega flókinn líka. Þannig að það er eiginlega allt spektrumið. En að það sé hægt að spila dálítið flotta, með bara flotta músík, með svona tiltölulega lítilli kunnáttu, það er það sem kom mér af stað. Hvernig er það að vera kennari í gís? Mér finnst það eiginlega bara mjög skemmtilegt. Ég held að mér finnst það bara meira gaman núna heldur en þegar ég byrjaði. Þegar ég byrjaði að spila, þá langaði mig náttúrulega, þegar ég var að byrja að spila gítar, þá langaði mér alltaf aðeins til að spila músík. Ef ég fór á tónleika sem áhorfandi, þá var ég alltaf viðþolslaus sem ég langaði svo mikið að fara á sviðið og, þú veist, taka þátt, vera með. Hugsaði kannski, já þessi gítarleikari, ég geti náttúrulega gert þetta betur. Eitthvað svona. Og maður klæjaði í puttana. En núna þegar maður er svona eldri og þroskaðri og svona, þá er ég meira svona afslappaður í þessu. Og sem er eiginlega bara blessun á mörgu leyti, af því að maður er ekki alveg jafn svona, maður bara er afslappaður yfir þessu einhvern veginn. Og núna til dæmis held ég njóti þess betur að leiðbeina öðrum. Fæ bara líka, hef bara mjög gaman að því líka. Já, svona, maður finnur svona stundum að þetta er að gera fólki, þetta er að gera nemendum gott. Að þeir koma stundum svona svolítið úttaugaðir og þreyttir úr skólanum með mikið prógram í gangi, ekki búin að æfa sig kannski og virðast stundum vera bara svona, ungt fólk í dag virðast stundum vera svolítið svona bara of hlaðið af verkefnum sem er. Ekki almennilega, ná ekki að sofa almennilega, alls konar áreiti og allt þetta. Ég er farin að hljóma enn og aftur eins og einhver gamall kall, en þú veist, en stundum finnst mann eftir tíman að þeir actually séu hressari heldur en þegar þeir mætti tíman. Þegar við kannski búin að glíma við eitthvað skemmtilegt lag og svona og nemandi nær árangri, síðan hann getur náð þessu, það er svona, þetta gefur manni svolítið. Þannig að gefur þið svona góða samviskupið? Já, eins bara eiginlega aftur eins og ég sé að gera eitthvað að viti. Þú veist, ég sé bara eitthvað smá rekord í alheiminum, þá er ég allavega að gera svona, láta einhverjum kannski líða aðeins betur. Þú veist, kemur einhverjum smá músík og getur hann spilað sér til ánægju, smá músík. Það er betra heldur en að vera verðbréfasali. Já. Held ég.